sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Já, sportþáttur með ykkur hérna ennþá á þessu mánudagskvöldi klukkan orðin, næstum 20 mínútur í 11 og við erum komin núna aðeins yfir í knattspyrnuna og það náttúrulega á línuna komin, aðal sá sem sérum okkur í landanum það að við getum fylgst með fótbolta á Íslandi og allan Evrópuboltan og ég veit ekki hvað. Það Magnús Már Einarsson, komdu blessa og sæll. Já, komdu blessa og sæll. Og þakkaði kærlega fyrir alla þá upplýsingaflæði sem þú getur veitt okkur. Já, hann lítið. Það nú bara þannig. Herði, það komið jól hjá ykkur eða ekki? Jú, nú bara jólavertíðan að skella og það alltaf fyrir enska boltanum í jólin. Það bara leiki á tveggja þegar geta flestir en kringum hátíðanar og það nú bara hluta prógraminu yfir jólin að horfa enska boltan. Já, og þannig að það ekkert svona jólafrí hjá fótbolti.net kannski í kringum jólin? Nei, ekki þannig sko. Aðaldeldi vissulega bara í frí þannig að minna frétti þaðan en enski boltin alltaf á fullu og það skemmtilegt að annan jólum og svona geta horft á jólin fyrir enska boltanum og með maður jafna sig eftir allt átið, þannig að það bara mjög fínt. Já, nákvæmlega. Herðu, það kannski ber hæst náttúrulega, okkar manni þarna í Smára, hann bara komin í lið. Já, hann bara búinn að skrifa undir á Bolton og þetta ekki búið að starfast eða þá, en hann víst búinn að semja við félagið og og það bara frábært tíðin. Það spilaði með varlegin í kvöld, 90 mínútur á móti Middlesbrough. Ok. Töpur þetta 2-1 en Eiður Smári var að sögn manna sem voru á vellinum bara besti maður vallarins og spilaði fram á miðjunni og kom sér hvað eftir hana í færi, náði hann ekki alveg að benda endanhóttin á það, en hann var mjög ógnandi og lofaði góð, skilaði 90 mínútum í hús sem er frábært, þannig að ég sé ekki hitt í fyrirstuð að hann fari að setja margsetta boltalið fljótlega, bara það bara strax á laugardag þegar mæta Redding með aðliðinu, þá getur ég bara spilað sér fyrsta leik. Já, heldur að, drengurinn ekki eftir alveg nú eftir, ég minna var ekki, hvað var eiginlega pappans gamall þegar hann hætti fótbolta? Hann var náttúrulega kláraði ekki með val fyrir bara fertugt hjá Íslandi, þannig að jú, ég meina Eiður 36 ára og hann bara líka svo klókur fótboltamaður, hann fer þetta mikið á því, náttúrulega með ótrúlega fótbolta heila og hann getur farið langt á því og ég held að frábært fagnarum fyrir landslið líka sem byrjaði að sprikla aftur því að ég held að veit ekki að fá hann inn í hópum bara einslega að gera. Ísland með 23 manna hóp og Eiður Smári alltaf að vera heim í honum ef hann spila í hverju viku, það klart mál. Já, kannski ef við bara stutt með Eiður Smára, það má segja að hann sé líka samt einn að óheppnustu leikmönnum sem hafa orðið sprottið upp svona á úlingsaldri og menn áttu náttúrulega vona því hann yrði náttúrulega alveg svakalega góður. Já, hann alltaf misti fótbolta þannig í Hollandi 17 ára og missir úr 2 ár, 2 mjög mikil ár, milli 17 og 19 ára. Var hann þá ekki talin einn efnilegasti leikmaður bara í heimi á þeim tíma? Jú, hann var það náttúrulega að byrja að spila í íslenska landsliðinu og kom inn á fyrir pappa sinni í frægur landsleik. Náði hann aldrei að spila samanfæðganir af því hann meiddist, en svo náttúrulega bara hann í KR 98 og bara frekar þéttur á velli og menn höfðu áhyggjur af framhaldinu, en þá fór hann til Boltonum mitt og fekk samning þar af því að þó hann ekki er í formi þá sáum við nú hvað ég var spunnið og hann sló náttúrulega gegn það og fór síðan til Chelsea árið 2000, spilaði 2 ár með Bolton og þar, stuðningsmennir þar eru grótærir og þeir muna vel eftir Eiði og sko að sjá bara á Twitter og á netinu hvað þeir eru spennti fyrir komans, það ótrúlegt, þeir muna þá 16 ár síðan að hann kom til félagsins fyrst, þá muna við mjög vel eftir honum og býða spenntir að sjá hann spila aftur og með Bolton, þannig að stuðningsmennir verða hans frá fyrsta degi, það klart mál. Já, það ekkert alveg, það oft eins og við Íslendingar áttum ekki alveg á því hvað hann mikið nafn, sko, eins og bara þegar maður að vafra oft bara með stuðningsmennum Chelsea eða Barcelona eða hvað sem að þá hann svolítið oft nefndur. Já, skiljanlega, ef maður horfður á þetta í stærra samhengi, hann hefur unnið allt sem hægt að vinna, hann hefur verið enskummeistari, hann hefur verið spænskummeistari, hann hefur unnið meistaradeildina, hann hefur gert þetta allt saman, spilaði alltaf með Chelsea í frábærlið á sínum tíma og síðan hann í Barcelona með Messi og Ronaldinho og köllum og þetta er ótrúlega lið sem hann hefur í og ótrúlega góði leikmenn sem hann spilaði með og hann alltaf var að byrja hjá þessu liðum báðum, fastamæður Chelsea og líkinmaður og byrjaði á köflum með Barcelona, þannig að það ekkert skrítið að menn líta upp til hans eins og hjá Bolton og svona aðeins smærri félögum og maður sér það á viðtöl við leikmenn Bolton í dag, þeir tala bara
hvað er frábært að fá bara að fá að æfa með honum sko. Svona góðsvögn, að fá bara að læra á honum og að fá leiðbendingar frá honum og allt svoleiðis. Ég meina því að Eiður hefur spilað á miklu starra sviði en þeir munu nokkuð tíma að spila á. Þannig að þeir líta gríðarlega upp til hans og ég held að Bolton eftir að græða líka mikið að fá hann inn í hópinn bara upp á þetta að gera. Og það já, kannski með hann líka, já, þegar hann var 17, var hann þá ekki að æfa með, já, hennum brasilíska Ronaldo og fleiri? Jú, hann var líka það að félagskráni, hann hefur spilað með flestum og eftir með þessum besti heimi bara náttúrulega öllu kynslaðum, það er Ronaldo og síðan er Ronaldinho og svo er það Messi, hann er búinn að æfa, þetta er allt menn sem er aldrei bestir í heimi og hann hefur allt með öllum, þannig að það er ekki slæmt. Nei, nákvæmlega. En svona, ef við förum aðeins núna í enska bolta, nú er náttúrulega jólatörnið og þessi deild, já, hún er náttúrulega svona, já, hvernig finnst þér svona enska úrvalsdeildin búin að vera þetta tímabil, ef maður svona? Þetta hefur svona, þetta hefur kannski einnig svolítið að því að Chelsea er einu liðið sem einhvern veginn er samfærandi. Öll hinliðin, svona stærri liðin ekki ætla að hafa verið að mista þessi og það virðist ætla að fara þegar að Chelsea bara rúli nokkuð svona auðveldni í gegnum þetta season og menn tala eða bara mest að spenna sig hvort þeir færi ósýrar ekki með tímabilið eða ekki því að þeir virðast þeir með langsterkasta lið. City reyndar vann helgina, góðan sigur á Southampton meðan Chelsea gerir jafntefli þannig að munurinn komið niður í 60 en ég bara sé ekkert list á Chelsea og ég ætla að mest að spenna verið bara það hvaða lið verða eftir. City verða þannig í öðru sætinu og svo er bara hörkukefni 3. og 4. sæti. Southampton er það í 3. sætinu, United komið í 4. Arsenal og Tottenham ekki langt undan en Liverpool er ennþá í basli. Þannig ég held að þetta getur verið hörkubaráttu með þessi meistardeildarsæti sem að skipta gríðarlega miklu máli. Nú hrynja einn spurningur leiðum við byrjar að tala um enska boltan og fyrsta spurningin er með leikinn úr Southampton City þá víst Aguero hann átti að hafa fengið gult fyrir leikaraskap sem átti víst ekki að vera. Já, hann var alveg ótrúlega atvik í því að sko þú hefði getað séð þú þurftir ekki svona að vera á öllum til að sjá þetta, þú getur séð allavega á Selfoss því að þetta var bara klár vítaspinna, þetta var sást svo langalegir hann bara klippti niður í tegnum hana varnamann Southampton Aguero en fekk guldspjald fyrir leikaraskap og svona óskil ákvörðun og eiginlega bara líklega versti dómurinn í vetur í skúrlinni, ég held bara takk svo djúpt í áruna, þetta var með ólíkindum og Aguero eiginlega fatt ekki að hann var mótmæli því að hann var svo hissa sko, hann bara trúi ekki að það var að gerast. Þetta var alveg ótrúlega að sjá þetta og leiðilt fyrir Aguero að lendi í þessu því að hann var búinn að leika hann boltanum og gera þetta vel og klippti niður á varnamenn en uppgrækti með guðspjald sjálfur. Já, og svo er spurning með, já, hvernig hvort þú vitir eitthvað það, tekið á svona málum sem þetta afturkalla guðspjald eða dómarinn eitthvað agaður að enska knattspyrnusambandinu? Þetta spjaldur er ekki tekið tilbaka og er að það halda þessu spjaldi, þetta er guðspjald og þessi dómarinn dæmir en þetta hefði kannski eitthvað verið gett í málinu að þetta er rauðspjald en hins vegar þá getur dómarinn fengið refsingu, hann átti mjög tapara dag í gær greiði dómarinn og hann gæti fengið refsingu kjölfæri og þurfti dæmi í neðri deildum einhverja 1-2 umferðir, þeir eru með þetta þannig skiljanlega því að ef liðina leik sem leik, maður har tekið út á liðinu næsta leik þannig að það er alveg sanngjarnt að dómarinn síðan þá settir á bekkin eða settir í neðri deildir eins og leikmennu settir í varalið eða hvernig það er þannig að það er alveg möguleiki að hann lendi því dómarinn leiksins. Og svo er orðið staðfest með orðið staðfest með Steven Gerrard að hann fái nýja samning? Hann er búinn að fá samningstilboð frá Liverpool en það er svo stór spurning hvort það taki ekki. Nú Steven Gerrard orðinn 34 ára gamall og hefur eiginlega ekki verið svipar á sjón á þessu tímabili og var á bekknum gegn Stoke helgina, var einfaldlega bara settur á bekki. Það ætla líka að vera að hvíla því að þeir eru leikur Leicester á morgun og það er dreif álægin en Gerrard hefur bara ekki verið nægilega öflugur og stærsta máli í þessum nýja samningi það er tveir faktorar hann þarf að taka á sig launalækkun ef hann áfram félaginu, það er ljóst og hins vegar er það leikjafjöldin því að það er óvíst hvort að Liverpool getur lofa honum því að hann verði bara áfram í þessu leiki hlutverki að spila alla mínútur. Fyrir leikjafjöldin Stoke helgina hafa spilað flesta mínútur öllum útilegum með Liverpool á tímabilinu og það er ljóst að það verður ekki þannig á næsta tímabili. Gerrard er bara aldrei nefn að segja til sinni hjá honum og þannig að hann þarf að gefa upp í sig hvort hann vilji vera á lægri launum og í minna hlutverki eða hvort hann vilji taka eitthvað ævintýri að bela erlendis í Bandaríkjunum eitthvað slags og mjólka kúna áður hann leggur skoðum heitina. Þannig þetta veltur svolítið ekki bara að gera þetta sjálfur núna, hvað hann vil gera því að
Liverpool vill auðvitað halda honum og hefur búið honum samning en það er ekki hægt að réttlega þessi laun neða lofunum spiltíma og verið hefur. Já, og leiðilegt kannski með hann að gera að, já, hann var alveg sorglega nálægt í fyrra að geta loksins fengið að lifta þeim stóra þarna. Já, þetta hefur rauninni verið hörmungar ár fyrir hann, hann lendir í þessu, ég meina það er, titillinn að segja líka fjarlægi fyrra og hann rauninni glutar honum fyrir Liverpool og svo náttúrulega enskan landslið á HM. Já. Þetta er út þar í riðlakeppninni, þannig að þetta hefur verið skellilegt áfyrir gerað og maður hálfvorkinn gallinum því að sást þegar Liverpool vann hvað Manchester City í fyrra undir lok tímabils sem 3 árum fyrir eftir og hann segir hérna "This does not slip", segir þessi frægu orð og síðan er ákvæmt hann sem að rann og klúraði titlinum. Já, nákvæmlega. Þannig að maður gerir svona smá í brjóstum að hafa lent í þessu. Þetta er svona eins og þegar maður horfði á, já, okkar mann hérna landslís fyrirliðin eða Eiður Smári þarna eftir Króatíuleikinn. Já, nákvæmlega. Þetta er svona gaman draumur, Eiður Smári og draumur honum að komast á stórmóðarlandsliðinu og draumur að gera þetta að vera með ensku meistari með Liverpool og vera svona nálægt í báðir en missa því, sko. En það sem með Eiður hins vegar koma þessi ná aftur á hann, þá hérna held ég að hann sé nú góð gengi landsliðsegin og þátti því að hann sé að taka slægin áfram. Hann var ekkert vist hvort hann myndi halda áfram í fótbolta ekki en ég held að hann sjái nú mögulega því að vera í hópnum á EM 2016 og að mínum að þetta er engin spurning að ef Eiður Smári spila fótbolta á hann að vera í hópnum til að miðla á reynslu sinni og eins til að bara létta pressuna tókum því ef Eiður Smári fer með til Frakklands ef Ísland fer þangað þá á hann eftir að fjölmiðlafundin eftir að snúast alfarið hann það tekur við þess að pressu að strákunum að þurfa ekki að díla við það sannpakka. Eiður náttúrulega tekur það í rauninni því að hann er langfrægasti fótbolta með Ísland frá upphafi og þó að Gylfi sé ekki að hafa bara hluti í son sínuna þá er hann ekki næst í að stórt nafn og Eiður úti. Þannig að ég Eiður bara vona innilega að Eiður fara að spila fullum með boltan og takinu og bara 1,5 ára krafti og hjálp Ísland að komast áfram á EM og verði með honum þar. Þá hérna einmitt aðeins að Gylfa Þór, já hann er bara alveg frábært tímabil og já hvað gerist þarna hjá honum þegar hann fer yfir til Swansea, hann er alveg jafn góður hann var hjá Tottenham eða ekki, eða er það bara? Já, það sem að gerist alltaf það að hann fær að spila í sína stöðu, hjá Tottenham var hann alltaf hendur á vinstri kantinn og hann var ekki gífulega pirrar á því og bara að segja sjálfur, lætur nú ekki mikið pirringi í ljósi fjölmiðlum Gylfi yfirleitt en undir lók síðast tímabil svo var hann fann að gefa út sjálfur að hann væri pirrar á þessu, hann vildi fá að spila framalega miðinni og bæði það og hann bara smelt passar í þetta svonsilið hann spilaði hann á sín tíma og slóði gegn og þannig er hann í rauninu bara kóngurinn þannig að menn leita honum boltinn á að fara á Gylfa og Gylfa að gera eitthvað á meðan í Tottenham kannski eru miklu fleiri leikmenn sem að vilja gera eitthvað og Kristinn Eriksson og eitthvað sem var treyst á frekar en Gylfi bara mínum að þetta betur en þeirra eitthvað og þannig að sína það þessi tímabili með ótrúlega marg stóðsendinga og nær þvílíkt vel saman með Wilfred Bóni sem er frammi á Swansea og hérna bara frábært skrifa Gylfi að fara aftur í Swansea í sumar það kan vera eitthvað ykkur í vesni á Tottenham. Já og já hann Rodgers var ekkert eftir honum hann í sumar eða? Ekki sumar, nei, hann var það fyrir 2 árum en Rodgers lét alveg verið í sumar og hérna og það er svona spurning hvað gestur Gylfi fara ef hefðileikurinn ef Gylfi farið til Liverpool og sínum tíma farið á Tottenham hvort að Gylfi smólið betur í þar en Rodgers var með auðvast á öðru leikmannum í sumar og hann hefði nú betur splæst í Gylfa, bæði ódýrar og betur en margir þessu leikmannum sem að Liverpool grætti í eins og Adam Lallana og Lazar Markovic sem átti eitthvað að fiska upp á svona leikinn en það var nú lítið gert og Mario Balotelli svo við nefnum hann og ekki Já, hérna nú er náttúrulega verið jólatörnið og já, svo byrjar þegar þið eru búnir með þessa ensku boltaumfjöldin þá eru þið ekki tæktir því að þá farið þið beintið ekki í félagaskiptagluggan og hamagang. Jú, heldur betur, ég meina í janúar það er alltaf eitthvað gangi, í janúar er glugginn alltaf fullu gangi og hérna og þá byrjar bara búlstillingar að rúlla í Íslandi undirbúrstímabili, Reykjavík-mótið byrjar og fótbolta.net-mótið það er á sínum stað, það eru liðin sem er ekki í Reykjavík-mótinu og á Suðurvesturhólfinu það er gert í A og B-deild, Selfyssingar hafa með titil að verja í B-deildinni unnu B-deildinni fyrra og hérna það fyrir alltaf í gangi í byrjun janúar svo kemur Lengjubikarinn eftir það og svo kemur fótboltasumarið og þannig að það er alltaf nóg að gera í boltana. Ég er nefnilega að bíða eftir að Sóra hringi mig núna fyrir janúar.
Já, ert þú líklegur? Já, það sem ég trú ekki veru. Í hvaða stöðu myndur þú fara í? Ég fer bara í alla stöður, sko. Já, þú lítur að vera með eitthvað drauma stöðu. Já, ég er allt múlíkt mann, sjáðu til. Já, en það lítur að vera eitthvað staða sem þú myndir sjá þig í. Það eru náttúrulega allir sem vilja vera framherjar og skora mörkin. Já, ég menn, þú verður að taka framherjar næði. Það er bara verið treyst á erlenda framherjar núna eftir að Viðar fór, þannig að nú hljótaði bara að sjá Hagsín í að semja þig. Það lítur ótrúlega kostur það ekki. Já, ég þarf þá samt að fara fyrst á námski hjá Eiríki Rafael Elví sem er leikmaður Árborg. Hann kenndi Viðari allt. Já, það gerir það, já, og kendur maður fagnar allt saman, sko. Já, nákvæmlega. Topp maður. En þú náttúrulega, hvað með hérna, það verður eitthvað að mjólka, þú myndir taka hann skóna, það ekki? Já, herru, þetta verður, minnum mjalti núna á næsta ári. Já, það? Já, nú fer ég meira fjölmiðlast og fara að hitta þau oftar. Já, ok, mér líst vel á það. Já. Mér líst virkilega vel á það. Það er okkitt. Herðu, en aðeins nú fótbolti.net mótið, það byrja núna í janúar, eða ekki? Jú, heldur betur, byrjun janúar. Og þetta, já, þið tóku upp á þessu móti fyrir hvað mörgum árum síðan? Þetta er 4. móti held ég. Já. Við erum að halda núna og hefur gengið gífurlega vel hingað til. Þetta hefur verið góð viðbóti við undirbúningin hjá þessum liðum og liðin hafa gífurlega lána með þetta. Við byrjum bara fyrst með A-deild og fjölgum síðan og bættum við B-deild. Og B-deildin sé í 3. skipti núna. Þannig að þetta er bara lukkast mjög vel og byrjar 9. janúar A-deildin og viku senna B-deildin og það er spilað bara í báðum deildum með 2 riðlar með 4 liðum í og svo bara spila beint og sæti. Bara fyrsta sæti í riðlunum með 1000 og annars sæti leikum 3. sæti í mótinu og svo framvegis. Þannig að öll lífa 4 leiki og þetta er bara verið gífurlega skemmtilegt. Stjarnan vann FH með úrslitum í A-deildinni fyrra og þeir mætti síðan í úrslitaleikum titilin líka. Þannig að í bæjarskiptinu er Stjarnan betur, það er spurning hvað gerist á næsta ári. Já. En svona rétt í lokin, nú er búið að gefa út eða ekki hvaða leikmenn séu tilnefndir til gullknattarinn sinn frega. Já. Og kemur öllum óvart að, Argentínumaður og Portugalin séu þarna aftur? Já, og svo náttúrulega var Neuer eiginlega gefið líka því að þetta tækja svona Þýskaleginu, hann náttúrulega var hann langlíklegastur Þýskaleginu sem hann HM í sumar og vann líka til að Bayern, þannig að þetta kom mjög lítið óvart þetta val og ég held að sé nú ansi líkt að Ronaldo hreppi hnossið. Já, nákvæmlega. Þó að sumir vilji meina Neuer eiga skilið eftir að hafa unnið HM, en þá ætlar Ronaldo vinnu meistardeildina og búinn að skora svo mikið ógrynna mörkum að ég held að hann takir alltaf líka í ljósi þess að vill vera þannig að sóknarmenn fá fleiri atkvæði og þannig er allar þjóður í heiminum að kjósa og ég held að Ronaldo sé til mest talsveit stærri nafn en Neuer í þessum minni lundum. Og þau eru með það ekki kostningu eða svona könnu núna? Jú, það eru bara allir með kostningu rétt. Ég menna, fyrirliði Þjóðverja hefur sama vægi og fyrirliði amerísku Samóæjana. Það er bara jafn mikið, atkvæðið þeirra gildir jafn mikið í rauninni. Það er bara þjálfari, fyrirliði og landsliðana og einn blaðamann á hverju landi sem að kýs. Já. Þannig að það er Víðir Sigurðsson sem að Morgunblaðinu sem að hefur verið íslenski blaðamaður þetta varnar. Já, og íslensk knattspyrna bókin. Já, þannig að við séum þetta að verið Íslandshönd og það er alltaf gefið út eftir vali hvað menn kjósa, en það verið gaman að sjá hvað valið er hjá Íslandingum, Aron Einari, Víði og Lars Lagerbakk. Já, nákvæmlega. Magnús Már, eitthvað svona í lokin sem við erum að gleyma að fara yfir? Nei, ég heldur síðan bara flottir, ekki jólastemming á Suðurlandi. Jú, það er skemmtilegur snjór og kýtnar alveg mjög ánægðar með þetta að vera inni í rokinu Já, en það var gott, eða ekki bara? Jú, það var gott, það er bara svoleiðis. Það voru bara flottir. Já, það held ég nú. Magnús Már, þakka kærlega fyrir og hvetjum alla til þess að fylgjast með, fótbolti.net, alltaf. Heldur betur. Eru þið ekki með langmestu heimsóknir af öllum íþróttameðlum landsins? Jú, við erum vist á toppnum þar, þannig að það er alltaf nýjastu fréttir hjá okkur. Fótbolta áhuginn á Íslandi er ótrúlega mikill. Heldur betur. Það er bara þannig. Bestu þakkir, Magnús Már. Takk. Já, farið ekki langt, við hlustundu góður því að eftir smástund þá ætlum við að heyra í Þorsteinn Hauki Harðarsyni, eða betur þetta sem Steina Sport, hann er næsti viðmælandi minn, en já, það má kannski geta að það eru náttúrulega leikir á morgun í ensku úrvalsdeildinni og það er Burnley, Newcastle, Leicester, Liverpool, United, Stoke City og Swansea og Queen's Park Rangers, Crystal Palace og Aston Villa og Vapia West Ham United
og svo miðvikudaginn Arsenal, Southampton, Chelsea, Tottenham, Everton, Hull og Sunderland, Man City og það náttúrulega hægt að horfa á leikina hérna ef við eru hérna á ferðinum Selfoss meðal annars að þá náttúrulega Hótel Selfoss að sína fótboltaleikina. Þú ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli.